Talningafræði er fræðigrein sem fjallar að telja upp möguleika á útkomu. Skulum skoða dæmi, eða möguleika á samsetningum réttara sagt. Ef að það er hægt að fara á ráðstefnu og það er hægt að velja það eru fundir fyrir hádegi og eftir hádegi. Skulum gefa okkur að það séu 4 möguleikar fyrir hádegi en eftir hádegi eru þeir 5. Það er þá hægt að velja margar mismunandi samsetningar á fundum, semst fyrir og eftir hádegi. Þá gerir maður bara 4 sinnum 5, það eru 20 samsetningar. Eins með ef við erum með matseðil, það er forréttur, aðalréttur og eftirréttur. Það eru 4 forréttir, það eru 6 aðalréttir og 5 eftirréttir. Hvað eru margir möguleikar? Þá margföldum við þetta saman 4 sinnum 6 sinnum 5 og þetta er þá 4 sinnum 30. Þessi gefur okkur 120 samsetningar. Ef ég hins vegar ákveð ég er búinn að velja, ég ætla að fá mér humarsúpu í forrétt, þá er bara einn möguleiki þar, ég er búinn að velja hann. En þá er áfram 5 sinnum 6 möguleikar eftir, þá er þetta 1 sinnum 6 sinnum 5, sem gefur okkur 30 möguleika. Ég sjá hvað munar rosalega miklu á fjöldamöguleika þegar ég er búinn að ákveða að taka einn út og velja þar. Og ef ég vel til dæmis aðalrétt líka, segjum sem svo ég ætla að fá mér Wellington steak, að þá er bara einn möguleiki á forrétti, einn á aðalrétti og þá eru bara eftir 5 eftirréttir. Þannig þið sjáu hvernig þetta virkar.